this computer. Á að vera komið, sérskurinn. Jæja, kæru vinir, velkomnir á fræðslufund læknaráðs. Við ætlum að byrja þennan fund á því að minnast fallins félaga. Eiríkur Sveinsson brotthvarf genginn, hann lést hér aðfaranótt mánudags. Eiríkur var stóð á Stykkishólmsspítala í mörg ár. Eiríkur var fæddur 1934 á Neskaupstað, flutti barn, ungur hingað til Akureyrar og lagalega séð og hugrænt séð Akureyringur af þessum tíð. Hann fór síðan var stúdent hérna frá 1953 frá MA fyrstu einkunn og fór síðan suður á land og byrjaði á því að vera íþróttakennari, var á Laugavatn og var þar. Og mikill íþróttamaður alla tíð, skíðamaður og hlaupari. Og síðan fór hann í læknadeild og kláraði hann 1964 með fyrstu einkunn. Var hérna kandídatsár 1965-66. Ef hann hefur verið vissandi fæðingu mín þá hefur það ekki verið minnisvert fyrir hann, hann myndist aldrei á það við mig. Hann fór síðan til náms í Svíþjóð til Falun og var síðan sérfræðingur hér á sjúkrahúsinu á Akureyri frá 1971 til 2005. Og var einn sem fróðir aldraðir menn, eins og til Brynjólfur. Þarna veistu það, að hann hafi verið einn af stóðum og styttum spítalans hérna og Sigmundsson líka hann verið mjög áfram FSA og ímynd spítalans og bandið sér. Eiríkur var skemmtilegur maður, hann sótti þessa fundi og eins og það kannski munið þá hélt hann áfram að koma hérna á þessa fundi alveg fram á síðasta vor og hann var mikill íþróttamaður og margt til lista lagt, sérstaklega fyrir okkur yngjulæknar þegar var ennþá pappírsjónarlagt veikni fram og hann var fagraði riften sem hann sá á gömlum sjónarlum sem komu upp. Svo hefði ég líka sagt að hann hefði verið skúffuskáld og einhvers staðar hérna upp á brekkunni séu fulla skúffur af ljóðum. En
í anda Eiríks sem oftast var talið stundum við þessi læknir Akureyrar og sennilega stundum við þessi læknir landsins, þá skulum við taka meiri tíma þessu fundi. En hugsum til Eiríks í dag og morgun ráðstefna sem heldur hálf neðarlega. Hjá okkur í dag eins og Erla Ösp og Snæbjörn sem ætla að tala Calgary fjölskylduhjúkrun og sæl. Gjörðu svo vel. Takk fyrir og takk fyrir að gefa okkur tækifæri til þess að halda þetta erindi hérna. En ég heiti sem Snæbjörn Ómar Guðjónsson og ég starfa sem geðhjúkrunarfræðingur á legudeild geðdeildar og er búinn að gera það síðan 2003. Og ég er gæðavörður á sömu deild og er í áfallateymi SAK ásamt því að hafa komið lítillega við kennslu við heilbrigðisdeild HA. Og ég hef sjálfur undanfarin 2 ár verið undir handleiðslu sérfræðings í geðhjúkrun og stefnið að vera að koma með sérfræðingsleyfi í geðhjúkrun áramótin 2017 til 2018. Og með mér hún Erla. Já, ég heiti Erla Ösp Heiðarsdóttir og ég er hjúkrunarfræðingur, útskrifaðist 2013 og vann í 2 ár upp á Hlíð, seinna ári sem verkefnisstjóri þar. Flutti mig svo niður á skurðlæknadeild þar sem ég er búin að vera síðustu 2 ár. Ég get vel ímynda mér að einhverju velti því fyrir sig hversna 2 hjúkrunarfræðingar standi hér föstudagsmorgni á fræðsludegi lækna og ætli sér að fremja fræðslu störf hjúkrunarfræðinga. En fyrir að fyrsta þá tel ég mjög mikilvægt fyrir lækna og aðra stéttir á SAK að vita hvað hjúkrunarfræðingar að fást við í störfum sínum. Stöðugildi hjúkrunarfræðinga og ljósmæður á SAK á bilinu 140 til 50 og það eru tæplega 190 manns sem að sinna þessum störfum. Og það er mjög stór hópur hvernig sem á það er litið. Það sem að vakið fyrir okkur með þessum stutta fyrirlestri að kynna fyrir læknum og öðrum á SAK hvernig hægt sé að nýta sér í störfi sínum þá vinnu sem að hjúkrunarfræðingar leggja til í meðferð sjúklinga. Og ég leyfi mér að fullyrða að í mörgum tilvikum þá geti læknar og aðra fagstéttir með notkun gagnanna komið sér betur inn í málefni sjúklinga og fyrir vikið bætt á heilbrigðisþjónustu sem við veitum. En ég veit að þetta er svolítið stór fullyrðing en ég tel að hún sé alls ekki úr lausu lofti gripin. En við skulum byrja á því sem að meginmáli skiptir. Hvað gildir fyrir sjúklingin og aðstandendur varðandi fjölskylduhjúkrun? Það er fjölskyldan sem að mynda nánasta umhverfi. Hún veitir stuðning og hún eflir bjargaráð. Hún bætir líðan, lífsgæði og batahorfur. Styttir sjúkrahúsdvöl, minnkar líkur á endurinnlögn. Hún styrkir aðstandendur í og eftir legu. Fjölskyldan tekur aukna ábyrgð og það er markvissari þjónusta. Og fyrir hjúkrunarfræðingi varðandi fjölskylduhjúkrun þá er þetta raun lítil viðbót við starfið. Það er aukin starfsánægja, að minnkar álag og spara tíma, aukin samvinna við fjölskyldu, markvissari útskriftir og eflið þverfaglega teymisvinnu. Og ef það sem að stendur á glærunni er rétt, hvað er þá eiginlega óttast? Ég held að það sé bara nákvæmlega ekkert. Aukin þekking og fagleg færni gera starfi ánægjulegra og árangursríkara fyrir alla. Og það eru niðurstöður rannsókna sem að varða viðhorf hjúkrunarfræðinga benda til þess að þeir eru auðveldara að vinna með fjölskyldum eftir að fengi fræðslu og þjálfun í fjölskylduhjúkrun. Reyndari hjúkrunarfræðingar og þeir sem eru með framhaldsmenntun og starfa sjálfstætt, þeir eru með jákvæðastu viðhorfin til mikilvægi fjölskyldna í klínísku starfi. Og það er sammerkt að starfsreynsla, menntun, kunnátta við mat á greiningu á fjölskyldum hefur áhrif á notkun fjölskylduhjúkrunar. Atriðin sem á talinni hérna upp á glærunni, þetta allt niðurstöður rannsókna varða fjölskylduhjúkrun. Og ég tel að þessi siðferðisleg skylda okkar heilbrigðisstarfsfólks að auka þátttöku fjölskyldunar með markvissum hætti þar sem að vísindin staðfesti góðan árangur fjölskylduhjúkrunar. Alþjóðaráð hjúkrunarfræðinga telur Calgary fjölskylduhjúkrun eitt af leiðandi fjölskyldu- og meðferðarlíkönum innan hjúkrunar á heimsvísu. Hugmyndafræðin hún hefur náð töluverðri útbreiðslu, líkanið hefur verið þýtt á fjölmörg tungumál. En Calgary líkanið er hannað og þróað af Dr. Lauren M. Wright og Dr. Maureen Lee Hay ásamt samstarfsfólki þeirra við Calgary háskólann í Kanada. Samkvæmt líkaninu þá eru veikindi fjölskyldumeðlims viðfangsefni allra fjölskyldunar þar sem að þau hafa áhrif á viðhorf og samskipti. Með góðri upplýsingasöfnun, nærgætni, virðingu og ígrunduðum meðferðarsamtölum geta hjúkrunarfræðingar dregið úr þjáningu fjölskyldna með því að hafa áhrif á skilning fjölskyldu á heilsufarsvanda.
Fjölskylduhjúkrun bætir samskipti og fjölskyldur byrja mun fyrr að undirbúa útskriftir. Með góðu skipulagi og markvissri fjölskylduhjúkrun mögulegt að bæta meðferðarþjónustu til muna með því að efla bjargráð, draga úr þjáningu og bæta lífsgæði fjölskyldunar. Fjölskylduhjúkrun getur leitt til þess að fjölskyldur verða virkari þátttakendur og taka aukna ábyrgð á eigin heilsu. Og áríðandi að veita fjölskyldumeðlum upplýsingar þróun sjúkdóma, batahorfur og meðferð. Það hafa orðið mikla breytingar innan heilbrigðisþjónustunnar undanfarna áratugi meðal vegna framfara í læknavísindum og innan hjúkrunar hefur verið vaxandi sérhæfing. Breyttar áherslur og meðal annars kröfur að nýta almannafé sem best hefur leitt til þess að legutími á sjúkrahúsum orðið mun styttri. Það eru gerðar vaxandi kröfur til fjölskyldna að sinna þáttum sem áður tilheyrðu heilbrigðiskerfinu. Heilbrigðisþjónustan hefur fyrst og fremst verið að leggja áherslu á bráðahjúkrun, umönnun veika aldraða heima og í dag fjöldi langveikra sem glíma við flókinn heilsuvanda. Stóra spurningin eigum við að sinna fjölskylduhjúkrun á SAG? Rannsóknir segja það, kenningar segja það. Á Landspítala Háskólasjúkrahús var Calgary fjölskylduhjúkrun innleidd á árunum 2007 til 2011. Sú stefna á framtíðarsýn sem gildir á SAG til 2021 tilgreinir að eina af lykilaðgerðum undir liðnum árangursriðuð þjónusta sé að innleiða Calgary fjölskylduhjúkrun og að ferlinu verði lokið í september 2018. Í þessu samhengi held ég öllu sé hollt að velta því fyrir sér hvaða nálgun þeir vilja sjá ef að nánir fjölskyldumeðlimir glíma við það alvarleg veikindi að innlögn á sjúkrahús sé nauðsynleg. Calgary fjölskylduhjúkrun byggir á þessu líkani. Fjölskyldumatslíkanið og fjölskyldumeðferðarlíkanið eru hönnuð út frá hugmyndafræðinni og sameiginlega mynda þau rammann fyrir stutta meðferðarsamtalið eða sjálft fjölskylduhjúkrunarviðtalið. Við munum stuttlega fjalla verklagi sem gildir fyrir það hér á eftir, en áður en lengra haldið skal því haldið til haga að viðtalið sjálft hægt að ljúka á 15 mínútum eða skemur. Fjölskyldumatslíkanið, það gott að hafa það í huga að samkvæmt því að samanstendur fjölskylduna af þeim sem sjúklingar segjast vera í fjölskyldinni. En matslíkanið, það notað til að skoða og meta fjölskyldur. Það gefur okkur mynd af fjölskyldunni og það gagnlegt til að skipuleggja upplýsingar sem aflað. Fjölskyldumeðferðarlíkanið, það kemur í kjölfar fjölskyldumatlíkansins og því ætlað að stuðla að breytingum og það lögð áhersla á samband hjúkrunarfræðings og fjölskyldu. Því ætlað að stuðla að breytingum, það lögð áhersla á samband hjúkrunarfræðings og fjölskyldu, framkoma hjúkrunarfræðings og viðbrögð fjölskyldu þau skipta máli. Árangur byggir á því að tengsl myndist og því ætlað að hjálpa fjölskyldum að finna lausnir. Fjölskylduhjúkrun tekur mið af viðhorfum og hegðun hjúkrunarfræðings sem á viðbrögðum fjölskyldunar. Fjölskylduhjúkrun snýst samskipti þar sem ekki verið að gera eitthvað við eða fyrir fjölskylduna heldur með henni. Virk fjölskylduhjúkrun á sér stað þegar að sjúklingur og fjölskylda hans bregðast við því sem gerist í samskiptum þeirra við hjúkrunarfræðing. Með Calgary hjúkrunarmeðferðinni stuðlað að breytingum á hugrænum, tilfinninga og hegðunarþáttum fjölskyldunar og samtali getur haft meðferðarlegt gildi og stuðlað að breytingu. Samtal við fjölskyldur geta stuðlað að auknu öryggi og trausti og dregið úr kvíða og þjáningu. Ég rosalega fegin að hafa mætt á hælunum í dag. Ég stutt meðferðarsamtal, þessar 15 mínútur, það í rauninni aðalega það sem við erum að vinna með. Við bjóðum sjúklingum ásamt þeim aðstandendum sem að þeir kjósa að taka með sér í fjölskylduhjúkrunar viðtal. Hver deild hefur útbúið sér markhóp til þess að byrja með og svo ætlum við að víkka þann markhópu út eftir því sem við náum betri færni í þessum viðtölum. Meðferðarsamtöl, þau geta stuðlað að bata því að viðurkenning og samþykki skiptir rosalega miklu máli. Samtali verður samt að vera markvisst, það verður að vera gagnvirkt og miðast við þarfir sjúklinga hverju sinni og aðstandenda.
Hlutverk meðferðaraðilana, þá í þessu tilfelli hjúkrunarfræðinganna, það að veita upplýsingar en fjölskyldan sér svolítið að taka þessar ákvarðanir sem þarf að taka. Og það mikilvægt að hefja þessi samtöl með ákveðið markmið í huga og við byrjum alltaf á því að gera fólki grein fyrir að þetta eru 15 mínútur og það alveg ótrúlegt hvað hægt að afreka á þeim tíma. En samtali getur það haft svolítið meðferðarlegt gildi og stuðlað að breytingum og það veitir fjölskyldunni aukið öryggi og getur dregið úr kvíða líka. Fjölskylduhjúkrun hefur verið mikið í umræðinu undanfarið og vægi þess sem betur fer að aukast, bæði innan heilsugæslu og sjúkrahúss, þannig að við töldum mikilvægt að fylgja þeirri þróun hérna. Og þetta eru svona lítil vasaspjöld sem voru útbúin og við hjúkrunarfræðingar erum með í vasanum okkar. Það eiga allir hjúkrunarfræðingar að vera búnir að fá þetta í hendina. Þetta í rauninni svona verkfæri fyrir okkur og hér fjölskyldutré sem við teiknum upp á svona 2-3 mínútum. Táknin sem við vinnum með eru öll útskýrt þarna og svo kallað tengslanir. Þá gerum við hring utanum á aðila sem eru kannski sterkustu styrktaraðilar fjölskyldu og hins veika og það eru alls konar sterk meðaltengsl, veiktengsl sem hægt að föndra við þarna. Neðst á þessu spjaldi eru spurningar sem við byrjum gjarnan viðtölin á, hverjir eru í fjölskyldunni, hvernig eru tengslin, hver aðstuðningsaðili og svo hérna hverjum að veita upplýsingar og ekki. Og þetta teiknum við upp í samráði við fjölskylduna og fáum oft svona hliðarupplýsingar þegar við erum að teikna þetta upp. Hérna dæmi fjölskyldutré, Karl hérna, hann sjúklingurinn því að hann með 2-faldaramma. Karlar, þeir eru kassa og konur hringlaga. Karl giftur og á 3 börn. Og hann, faðir hans látin, ég veit ekki hvort það sjáast almennilega, kemur svona kross í gegnum kassan. Móðir á lífi og 2 systkini sem þarna fyrir ofan. Þetta svona grunntré. Þetta getið þið fundið inn í sögunni þegar búið að taka viðtölu að teikna upp svona tré. Þetta þetta tákn í sögunni. Og þetta svo hægt að nota almennt því að leið og við erum búin að setja þetta upp í sögunni, þannig að birtist þetta hjá þeim sem hafa aðgengi að þessum sjúkling. Þetta svo hin hliðin á vasaspjaldinu sem við förum yfir. Og þetta eru svona grunnspurningar sem við förum yfir, svo vinnum við svolítið með lið númer 4 sem eru spurningarnar. Við veljum svona 2-3 spurningar hverju sinni eftir í hvað við á og í hvaða aðstæður það notað. Stundum nóg að fara af stað með eina spurningu C. Ef það væri ein spurning sem þú eða þið getum ekki svarað núna, hver væri hún? Og það oft alveg ótrúlegt hvað kemur fram bara með þeirri spurningu. Fólk kemur fram með áhyggjur, kvíða, vangaveltur, plön, ýmislegt. Og svo þarna liður 5 förum við yfir styrkleika fjölskyldunar og bendum þeim á það. Og en fjölskyldan mjög mikilvæg í veikindum sjúklinga. Og með stuðningi og fræðslu þá getum við búið til mjög sterkt stuðningsnet fyrir sjúklinga. Og þetta í rauninni ekkert spurning hvort við eigum að hafa fjölskylduhjúkrun, heldur hvernig. Álagið á fjölskylduna það eykst gríðarlega í svona veikindum og ef við fáum fjölskylduna ekki í lið með okkur þá getur það líka aukið álag, útskriftir verða erfiðari og það nú það sem við vinnum svolítið að, það að koma fólkinu heim og ef við fáum fólkið aðstandendur með okkur í lið þá mjög líklegra að útskriftarferlið gangi betur, dragi úr endureinangrun líka. Og við teljum að með þessu að þá getum við líka dregið úr ákveðum heilsufarskvillum hjá aðstandendum. Og þetta ramminn sem við hjúkrunarfræðingarnir vinnum svolítið með. Á fyrsta stigi tengslamyndun og á því stigi þróast meðferðarsamband og við sýnum fjölskyldunni skilning og umhyggju. Við greinum vandamál og framkvæmum ákveðið mat á öðru stigi og svo eru upplýsingarnar dregnar saman og fjölskyldan tilgreinir hvaða markmiðum og breytingum óskað eftir. Svo meðferðaráætlun sett fram á 3. stigi
og í lok meðferðarinnar þá ljúkum við þessu svokallaða meðferðarsambandi til þess að fjölskyldan nái að halda áfram með bataferlið. Og samtalið gengur út frá ákveðinni samskiptatækni og fyrst og fremst hugsum við svona lausnamiðaða nálgun til að spara tíma. Og það ákveðin tilgangur á bak við meðferðinni, við greinum vandann og eins og ég sagði áðan, drögum svolítið styrkleika fjölskyldunar fram, hvetjum til jákvæðra viðhorfa og jákvæðra lífsskylda sem við styrkjum. Og svo veitum við klínískt mat á samskiptaháttum fjölskyldunar. Og þá styrkleika sem þau hafa og eru ofta ekkert meðvituð um. En við þurfum svolítið í þessum samtölum að hafa í huga að hlustun ein og sér getur verið gott meðferðartæki. En hún þarf að vera virk, við þurfum að vera til staðar, við erum ekki bara að hlusta eða við erum ekki bara að hafa svör á reiðum höndum, heldur erum við til staðar og leyfum fólki svolítið að pústa og koma sínum vangaveltum áfram. Og það felst bara ákveðið samþykki í því að við skiljum þeirra líðan. Og skráningin svolítið mikilvæg í þessu öllu saman og við ákveðum að setja fram ákveðna staðla. Þannig að þegar við höfum tekið svona fjölskylduhjúkrunarviðtal þá eigum við að skrá það í söguna undir röskun á fjölskyldulífi. Og þá höfum við þessa hálstafi, fjölskylduviðtal. Við tökum svo fram tilgang meðferðarinnar, segjum að við höfum teiknað fjölskyldutré og vísum á þennan takka í sögunni. Við útlistum hvaða meðferðarspurningar við notum og hvað kom út úr þeim og við segjum hvaða styrkleika við fundum hjá fjölskyldunni. Og svo niðurstaða það í rauninni hvað kom út úr þessu og hvert við getum vísað áfram eða unnið með sjálf. Þá ég að tala eins og að vísa til félagsráðgjafa, prests, næringarfræðings eða annarra fagaðila. Og við vildum nýta tækifæri og segja ykkur svolítið frá undirbúningnum og innleiðingarferlinu á Sjúkrahúsinu á Akureyri. Það var komið á samstarfi við Landspítalann og framkvæmdastjóri hjúkrunar á Sjúkrahúsinu á Akureyri og framkvæmdastjóri sjúkrahússins á Landspítalanum lögðu grunn að þessu samstarfi. Og framkvæmdastjóri SAK og verkefnastjóri Kalgari fjölskyldunarhjúkrunar á SAK, hann Benni, þeir tóku ákvörðun að innleiða Kalgari fjölskyldunarhjúkrun á þessum deildum. Föstu hjúkrunarfræðingarnir þeir tilgreindu svo 2 tengiliði á hverri deild til að taka þátt í þessu samstarfi og við hittumst tengiliðirnir á 2 vikna fresti frá september 2016 og fram yfir áramót. Þar sem að megin tilgangurinn var að undirbúa innleiðingu og tímabilinu var rætt gildi, hugmyndafræði og samskiptatækni með aðstoð sérfræðinga frá Landspítalanum. Það voru útbúnar starfslýsingar sem við fylgjum eftir með skýrt tekið fram hvað ætlast til af okkur og við settum okkur ákveðin tímamörk í þetta verkefni. En við töldum að það væri svolítið mikilvægt að byggja á þeirri reynslu sem að Landspítalinn bjó yfir. Þannig að við óskuðum eftir í fá fagráði að fá kennslu og fræðslu og handleiðslu sem við höfum fengið. Og þeir hafa komið frá Landspítalanum og veitt okkur ráðgjöf og eftirfylgd. Tíminn fyrir áramót, hann var meðal annars nýttur í að útbúa miðlæg gæðaskjöl. Þar á meðal stefnumótun, verklagsregla, vinnuleiðbeiningar, fræðsluefni, leiðbeiningar, staðlaðar hjúkrunargreiningar, við undirbjuggum rannsóknir, við tókum saman og undirbjuggum kennsluefni, kenndum öllum hjúkrunarfræðingum á þessum fyrirgreindum deildum og við staðhæfðum ákveðin gögn frá Landspítalanum og svo hafa tengiliðirnir fengið svona ýmis verkefni undanfarið. Þannig við höfum ekkert setið auðum höndum við þetta. En Sjúkrahúsið á Akureyri hefur það í stefnumótun sinni að unnið sé eftir skipulagsramma Kalgari fjölskylduhjúkrunar og markmið fjölskylduhjúkrunar að efla skilning fjölskyldu á heilsufarsvandanum. Það að auka gæði hjúkrunar og samstarf við sjúklinga og fjölskyldu þeirra. Og markmiðið að allir hjúkrunarfræðingar á Sjúkrahúsinu geti beitt og þekki vel fjölskylduhjúkrun á almennu starfi, geti tekið þessi 15 mínútna viðtöl, geti teiknað fjölskyldutré og unnið með fjölskyldunum. Við erum náttúrulega að gera þetta á daglegum basis, við erum bara að gera þetta í fastara formi og með skilgreindari ramma og betri skráningu. En markmiðið náttúrulega að efla samstarf við sjúklinga og fjölskyldur, þannig að skjólstæðingar Sjúkrahússins á Akureyri fái framúrskarandi þjónustu. Það það sem við ætlum okkur.
En við hófum undirbúning og innleiðingarferli með miklu metnaði og við ætlum að fylgja því eftir þangað til þetta er orðið fullmótað hérna hjá okkur. Miðlæg-verklagsregla tilgreinir meðal annars eftirfarandi þætti. Það er þá fjölskyldumatslíkanið og fjölskyldumeðferðarlíkanið sem Snæbjörn var að tala um áðan, uppbyggingu fjölskylduviðtala og þessi vasaspjöld sem við gáfum út, samræmda upplýsingasöfnun og samræmda skráningu. En hvað ávinnst með því að hafa Kalgari fjölskylduhjúkrun miðlæga? Með innleiðingu fjölskylduhjúkrunar mun verða samræmdari vinna á öllum deildum sjúkrahússins. Allir heilbrigðisstarfsmenn sem sinna sjúklingum eiga með auðveldum hætti að sjá hvað hjúkrunarfræðingar hafa unnið með í fjölskylduviðtölum, til að mynda varðandi greiningu vandamála, markmiðasetningu og meðferðaráætlanir. Það verður mun meiri samfella til í almenni hjúkrun, til dæmis þegar að sjúklingar flytjast á milli deilda, og markviss fjölskylduhjúkrun verður mikilvægur þáttur í að efla þverfaglega teymisvinnu á SAG. Einn af mikilvægustu þáttum varðandi möguleika þess að Kalgari fjölskylduhjúkrun á fótfestu og verði almennilega beitt stöðluð hjúkrunargreining sé til staðar. Og við létum útbúa, það var náttúrulega til greining sem að við létum bara staðfæra betur hjá okkur og gerðum staðla, þannig að þegar að farið inn í söguna og valið nýja hjúkrunarmeðferð, að þá kemur hún fastmótuð upp með ákveðna þætti undir. Þannig að, já, Snæbjörn. Ég ætla aðeins að fara með innleiðinguna. Formleg innleiðing hún hófst nú í janúar á fyrrgreindum deildum sem að innleiða Kalgari fjölskylduhjúkrun. Og við útbyggum kennsluefni og kynningarefni við tengiliði fjölskylduhjúkrunar og það byggir meðal annars á kennsluefni frá LSH og það var ákveðið að tengiliðar á hverjum deildum þeir sjá kennslu Kalgari fjölskylduhjúkrunar á sínum stöðum. Kennslu hjúkrunarfræðinga var lokið núna í janúar og fyrir sjúkraliða í maí og öðrum kynningum verður lokið núna í október 2017. En innleiðingarferlið sjálft því verður lokið 2018 í september. Og við ætlum að stofna fagra fjölskylduhjúkrunar í kjölfarið, en helsta markmið þess verður að tryggja áframhaldandi fjölskylduhjúkrun hér á sjúkrahúsinu. En það er fjölskyldan sem er skjólstæðingur heilbrigðisþjónustunnar vegna þess að hún myndar nánasta umhverfi einstaklingsins, veitir honum oftast mestan stuðning og innan hennar mótast að stórum hluta þekking, viðhorf og reynsla sjúklings af heilbrigði og sjúkdómum. Fjölskylduhjúkrun er hjúkrunarþjónusta sem þarf að eiga sér stað á öllum sérsviðum hjúkrunar og þarf að vera veitt af öllum hjúkrunarfræðingum, innan heilsugæslu, bráðahjúkrunar, inn á legudeildum og göngudeildum og svo framvegis. Hvert fara sjúklingar eftir samskipti við heilbrigðiskerfið? Þeir fara oftast heim til sín og fjölskyldan hefur mikið það að segja hvernig henni farnast í heilbrigði og í veikindum. Og við skiljum einstaklinga best ef við þekkjum félagslegt umhverfi hans, en við þurfum að vita hvaðan fólk kemur og þetta eru mjög mikilvægir þættir. Skiljanlega getur verið ákveðin mótstaða í byrjun svona innleiðingar og ýmsar spurningar sem að vakna og þetta eru dæmi þætti sem hafa verið nefndir í tengslu við mótstöðu varðandi fjölskylduhjúkrun. Fólk hefur nefnt að þessi tímaskortur, að sé hrætt við erfiðar spurningar, að þetta beinlínis bara komið þeim ekkert við. Fólk segir að ég er nú ekki með sjúklinginn í dag, er einhver annar með hann á sínum herðum eða neikvæð viðbrögð fjölskyldu og þá er stundum bara betra að byrja ekki samtal, taka ekki áhættuna á því. Og þetta eru dæmi viðhorf sem geta líka hindra samskipti og maður þarf að spyrja sig, hef ég ekki tíma til þess að sinna þessu eða forgangsraða ég verkefnum mínum á annan hátt. Ef ég talaði fjölskyldumeðlimi þá mun ég ekki hafa tíma til að klára önnur störf sem ég ber ábyrgð á. Ef ég talaði fjölskyldumeðlim gæti ég opnað á umræðu sem ég ræði ekki við. Eða það er einfaldlega ekki mínu verkahring að tala við fjölskyldusjúklingar. Heldur það fyrir félagsráðgjafa, presta og sálfræðinga. En það sem við erum ekki að gera í Kalgari fjölskylduhjúkrun er að við erum ekki að svara öllum læknisfræðilegum spurningum. Við erum ekki með svör við öllum spurningum. Við erum ekki að leysa öll mál sem hafa komið upp í viðtali, en það sem við erum að gera, að við erum að veita 15 mínúta fjölskylduhjúkrunarviðtal, við erum að teikna fjölskyldutré, við erum að hlusta á fólk, við erum að viðurkenna líðan þeirra, við erum að draga fram styrkleika þeirra og við erum að áfram senda fyrirspurnir.
Og auðvitað koma upp spurningar sem við höfum ekki svör við, en þá bara svörum við á það leið að við öflum okkur upplýsinga eða komum málum í ákveðin farveg. Og þá má benda á að þetta sé vissulega stuttur tími sem við höfum, en ég held að stuttur tími sé betri en engin tími. Og staðreyndin sé líka svo að það sé betra að sinna fjölskyldum að einhverju marki heldur en alls ekki neitt. Og reynsla þeirra sem hafa verið að sinna þessu á Landspítalanum er að fólk þiggur allar upplýsingar og þann stuðning sem það getur fengið og fólk bregst ekki illa við. En eitt af markmiðum innleiðingar fjölskylduhjúkrunar á SAK er að bæta skráningu á mati og meðferð, meta árangur innleiðingar og með bættri skráningu þá gerum við fjölskylduhjúkrun sýnilegri. Á SAK er mjög skýrt verklag kalkari fjölskylduhjúkrun og það verður í áframhaldandi þróun. Við höfum tekið þetta verkefni fyrir í ákveðnum skrefum og núna erum við til dæmis frá 18. september að leggja áherslu á það að deildarnar sé að gera fjölskyldutré og næstunni þá mun tölvudeildin á SAK gera rafræna úttekt á því. Frá með 1. desember þá ætlum við að gera úttekt á hvernig hjúkrunarfræðingar að nota þessa stöðluðu hjúkrunargreiningu og samanskapi með tölvudeildin á SAK skoða það fyrir okkur. En góðar upplýsingar fjölskyldu eru forsendu þess að hægt sé að veita árangursríka fjölskylduhjúkrun og bætt skráning, hún hefur marga kosti fyrir alla aðila. Fyrir sjúklinginn og fjölskylduna þá eru betri upplýsingar fjölskylduna og aðstæður, það eykur líkur á samfellu í hjúkrun og fyrir hjúkrun þá verður fjölskylduhjúkrun sýnilegri og viðurkennd og fyrir spítalann þá eykur að gæði þjónustunnar og er mjög heppilegt þegar það er að taka út skýrslur og er mjög heppilegu matsvísir. Þetta er það sem hefur áunnist á LSH og það er betri skráning fjölskylduhjúkrunar. Það hafa orðið breyting á viðhorfum og verklagi í klínísku vinnu og deildum. Fjölskylduhjúkrun á LSH ýtir undir umræður þjónustu við aðstandendur. Þau eru með námskeið sem er hluti af miðlægri starfsþróun á LSH, í fjölskylduhjúkrun. Við gera rafrænt fjölskyldutré og tengslakort og eru með fagráð fjölskylduhjúkrunar. Rannsóknargögnum verður safnað af verkefnahópnum til að fylgjast með framgangi og framþróun og ferli verður endurmetið á 6 mánaða fresti og við gerum reglulegar úttektir. Og við fengum vilyrði frá forseta heilbrigðisvísindasviðs, Dr. Kristínu Sveinbjarnardóttur, að ná í samstarfið á milli SAK og HA í tengslu við kalkari fjölskylduhjúkrun þegar innleiðingarferlið hófst og þann 10. maí síðastliðinn var undirritað endurnýjað samkomulag samstarfssamning milli Háskólans á Akureyri og Sjúkrahússins aukið samstarf á sviði rannsókna og kennslu og rannsóknir á fjölskylduhjúkrun eru dæmi samstarf sem á klárlega eftir að efla starfsemi báðar stofnanir. Og næstu misserin er áætlað að framkvæma ýmsar rannsóknir í tengslu við efnið en vinna við slíkt er þegar hafin og ég myndi segja með miklu metnaði. Fyrir innleiðingu þá var lagt fyrir alla hjúkrunarfræðinga á SAK mælitæki Families Importance in Nursing Care Nurses Attitude Questionnaire, bakgrunnsspurningar og 3 eiginlegar spurningar rannsóknarefnið og við fengum 88,5% svörin. Og við stefnum að leggja sömu mælitæki aftur fyrir alla hjúkrunarfræðinga á SAK núna rúmlega ári eftir þessa. En tilgangur þessara rannsóknar var að meta viðhorf hjúkrunarfræðinga til mikilvægis fjölskyldna í tengslu við hjúkrun sjúklinga og við erum þegar komið með 2 meistaranema við heilbrigðisvísindasvið HA sem hafa farið og eru að vinna úr eiginlegum og megindlegum gögnum. Upplifaða stuðningur fjölskyldna hann verður rannsakaður með mælitækinu Iceland Family Perceived Support Questionnaire og þarna á glærunni eru tilgreind önnur mælitæki sem hægt er að nota í tengslu við athuganir á fjölskylduhjúkrun. En rannsóknarniðurstöður þær verða fyrst og fremst nýttar af SAK til að bæta meðferðarþjónustu sem er veitt sjúklingum og aðstandendum þeirra eins og mögulegt er hverju sinni. En á Landspítalanum hafa rannsóknir gefið af sér meistaraverkefni, klínísk rannsóknarefni og doktorsverkefni og við stefnum að það muni sama gilda fyrir SAK. En hvernig ætlum við að tryggja fjölskylduhjúkrun á SAK? SAK hefur það stefnumótun sinni og miðla gæðaskjöl, tilgreina að unnið sig eftir skipulagsramma kalkari fjölskylduhjúkrunar, reglubundið ytra eftirlit heldur starfsmenni við efnið og vottar allt sé eins og það á að vera
Kalkari fjölskylduhjúkrun hluti af gæðahandbók SAK og meðferðarúrræði verður fest varanlega í sessi. Og hvernig ætlum við að tryggja það sem við segjumst vera að gera, við séum að gera það? Árlega fer fram reglubundin úttekt DNVF á starfsemi SAK og næsta úttekt áætluð í nóvember 2017. Reglubundnar úttektir tryggja að verkferlum sé fylgt eftir sem að skilgreint séu til staðar. Og nokkur önnur atriði hafa einnig mikið að segja og það reynsla sérfræðinga frá Landspítalanum, hún vegur þungt, tæknilegar úrlausnir eru til staðar og ýmsar hindranir hafa verið ruddar og vegi í sjálfu innlögningarferlinu og LSH. Ég ætla að fá að nefna í þessu sambandi að innleiðing fjölskylduhjúkrunar hérna að velferðarráðuneytið veitti verkefninu styrk til að standa betur að innleiðingunni og styrkurinn var meðal annars nýttur til að greiða fyrir þá sérfræðiráðgjöf sem hefur búið að veita okkur fram að þessu. Annars hefur við bara lokið mál okkar og þökkum fyrir. Já, takk fyrir. Það var verkt spurningar. Það spurningunum framkvæmdin á þessu skoðinu. Þetta verður þannig til staðar í sögum. Já. Þá þetta til staðar fyrir næsta legu sjúklings, eða? Já. Ekki? Já. Og hérna þá öðruvísi samtalið sleppt í næstu innlögn eða hvernig hugsa? Það hægt að halda bara áfram með það sem að frá var horfið. Og það hugsað eins og til dæmis hún nefndi það að vera svona samræmd vinnulag milli deilda. Og til að mynda þegar kannski sjúklingar hafa verið innilíkjandi einni deild og það búið að gera svona fjölskylduhjúkrunarviðtal og það er talið þörf á að halda áfram með það og þá bara tekið við að næstu deild og haldi áfram með samtal. Og það sama gildir ef fólk komið í aðra innlögn. Það náttúrulega alltaf að fara yfir þetta og sjá bara hvernig staðan er. Svo má þá spyrja fjölskylduna aftur bara hvernig staðan er núna og mögulega myndi það komast annar vinkill. Það verður ekki tekið nýtt sko, og erum svona þetta veist sem við vandar það leina. Þess að tíma sem við erum að gera hluti mikið í húsum sko. Já. Og það er náttúrulega gott að fyrir ekki gera. Þetta í rauninni hugsað þannig að það svona upphafsviðtal og sumir eru á sjúkrahúsinu til ansi langs tíma. Og þá í rauninni næsta viðtal þá svona endurmat á stöðunni. Þá getum við vitnað í fyrra viðtal. Síðast tölum við þetta. Þá grípum við svo í kannski jafnvel einhverjar aðrar meðferðarspurningar eða þær sömu eftir því bara sem að viðkomandi metur, hjúkrunarfræðingur metur. Þannig að það verður ákveðin samfella, ekki bara í legunni sjálfri, heldur svo ef endur innlagnir, sem við ætlum nú að bara koma í veg fyrir samt verði. Þannig að Það má alveg halda því fram að þetta muni spara tíma vegna þess að þegar sjúklingur hefur einhvers staðar verið í þjónustu hefur fengið þetta meðferðarúrræði og leggst inn annars staðar, þá er til ákveðin þekking fyrir sem að sá þeir meðferðaraðilar geta nýtt sér. Svo náttúrulega ljós þess að við tölum mikið útskriftaráætlanir og svona í BP að þá hafa rannsóknir sýnt fram á að því betur sem við styrkjum fjölskylduna og drögum fram þessa styrkleika, því tilbúnari eru þeir að fá aðstandendurna sínar eða sjúklingarna heim aftur. Því oft það líka, sko, fólk bæði að koma með aðstandendurna sína eldri inn á sjúkrahús vegna þess að það bara getur ekki meira. Og eins og á Landspítalanum, þá mikið unnið með þetta bara áður en við komum til leggst inn. Og þá eru þessi hjúkrunarviðtöl tekin við innlögn og mörg þeirra koma jafnvel veg fyrir innlögnir. Vegna þess að samtal sem slíkt og þessi styrking verður til þess að fólk kannski peppast upp og svona aðeins tilbúinir til þess að sjá ákveðnar leiðir færi. Brynjólfur, hvað með þessu spurningum? Já, það var að svara þessu en það er bara að vinna einn skipti starfsæði viðlistan en það er það á einni og líka búin að vera einu meðverðborði og líka einni á sjúklum og ég mjög ánægð með fjölskyldum ákveðin, ég sá bara að taka það strax, ég mikið vinnur hennar en svona við allra fyrstu sín eftir manni hugsa, þetta ekki bara feikilega mikil aukning á vinnurinn? Eða varstu búin að svara því hvernig það skilur sér þá í léttari vinnu síðan meira við framhaldinu
Og þá var það til þessi klassíska spurning að verður ekki bara hjúkrun dýrari. Má ég svara þessu? Já, þessi spurningur á Betti líka. Ég held að við höfum svolítið nú komið að þessu fyrirlestunum, að þetta spari tíma og þetta gerir þjónustuna mun markvissari. Og eins og hún Erla sagði að þá erum við í hjúkrun að gera marga af þessum hlutum dagsdaglega. En við erum bara að búa til betri ramma og búa til betra verklag. Þannig að hlutirnir verðir líka betur skráðir. Þannig að upplýsingar sem við séum með hjá okkur sé ekki bara fara með okkur heim. Eitt af því líka sem að ég tók eftir ég fór að taka við þessi viðtöl að við tölum stundum bjölluglaða sjúklinga sem að eru mjög kröfuharðir á þjónustustiginu. Mín reynsla eftir ég fór að taka viðtöl það að það jafnvel minnki. Vegna þess að, ég veit ekki, þeir veita betur að við erum til staðar og já, allavega var ég vör við það eftir þessi viðtöl að það svona var minni krafa að ákveðnu leyti. Svo ég sem sálfræðingur hef alltaf gert. Það heitir að vísa ekki fjölskylduhjúkrun, ég ekki hjúkrunarfræðingur, en bara frá því útskrifaðist ég með fjölskyldumeðferð líka og ég telji náttúrulega alltaf teiknaði fjölskyldumeðferð. Þannig að, og mín minnst svo sjálfsagt að gera þetta vegna þess að þetta spara svo mikið tíma. Og þetta verður líka svo sjónrænt. Þetta svo sjónrænt og ég teiknaði alltaf upp á blað. Og þannig var spurningi sem ég hefði líka, ef þetta teiknaði upp í sögunni, sjá sjúklingarnir fjölskyldu. Sjá sjúklingarnir. Það sem við teiknaði upp í sögunni. Og ég upplifa þess að það kannaði líka mjög miklu nærfæði þetta með fyrir börn, þegar maður að tala það sem kemur mér að öryggisneti, það kemur til þess fram mjög oft sem að teikna upp fjölskyldu fyrir hvort það alltaf þessu fjölskyldunni í dag, sem skiptir mjög mjög í mínu dæmi. Þannig að ég þetta fyrir mér hvort þið gerir ákveð að hafa þetta þannig að sjúklingar sjái myndin. Á Landspítalanum hefur oft tíðkast þannig að hjúkrunarfræðingar prenta út þessi fjölskyldutré og þau eru sett þá í möppur á sjúklingum og í þessu viðtölu eru það fjölskyldutrén tekin með. Og lögð þá fyrir fjölskylduna með að vera að ræða hlutum. Þú má segja hvernig er uppáhaldsbarn. Það er þá sterk tengsl. Mér langar að segja eitt í sambandi við fjölskyldutréð eins og hún sýndi hérna á blæðina að maður getur spurt sér líka því bara með því að opna svona og horfa á mynd og getur maður ímyndað sér hvað maður spara sér mikinn tíma með að þurfa ekki að fara þessu upplýsingar sjálfur og hvað raunverulega það eru mörg orð á baki þessari mynd sem að tekur okkur kannski 2-3 mínútur að teikna. Þarna liggur tré þar sem allir heilbrigðisstarfsmenn geta opnað og séð bara í einni hendingu uppbyggingu á þessari fjölskyldu. Lokaða spurning frá einhverjum. Hvernig tengst þetta inn á heimahjúkrun? Getur maður ímyndast þegar hún hér sér batteri og svona hefði í samdöð eftir að útskipta frá vingin, en hvernig tengst þetta inn á heimahjúkrun? Það getur halda þetta við meðþyngdum heimahjúkrunina að veit hvað við erum að gera hér. Heimahjúkrun hefur aðgang á sögu, þannig að það sem við teiknum þannig, það er þar og er því aðgengilegt. Við komumst í það. Já. En ég langar bara að tækja og þakka þessum hópi fyrir sem ábyrgur aðili gagnvart þessu. Það eru dæmigerð ferli innleggingar sem er algjörlega til fyrirmyndar og við myndum gjarna læra. Þannig að mér langar eiginlega bara að þakka þeim sem hafa staðið þessu verki fyrir eiginlega bara frábæra vinnu og já, og ég sé alveg fram á þetta eftir nýttast ykkur afskaplega. Stopp sér. Síðan Endmeeting. Hvað er þetta? Hérna. Og svo endmeeting. Endmeeting. Endmeeting and endmeeting. Endmeeting for